Fallega fólk, það alveg að líða lokum þessa ágæta þáttar að kvöldi föstudagsins langa. En það margt skemmtilegt framundan. Til dæmis hægt að fara í Hof á morgun og horfa á Hárið, hlusta og njóta. Njóta. Jónína Björt og Árni Beinteinn, hjartanlega velkomin. Takk fyrir, gaman að fá að koma loksins. Takk fyrir. Loksins í föstudagsþáttinn, sko. Þetta velkomin. Þetta bara draumur að rætast. Það allir draumar að rætast þessa dagana. Það þannig. Það eins gott að þetta ekki í kvöld, sko, sýningina, þegar má náttúrulega ekki hafa gaman. Það föstudagurinn langi í dag. Ég ekki alveg þarna. Ég meira fyrir bara vera gaman. Alla daga? Já, flesta daga. Við erum betri þannig. Ykkur ekkert heilagt. Og maður aldrei glaðari heldur en þegar maður syngur. Það gerist ekkert vont þegar maður syngur. Nei, það vissulega rétt. Það losar líka bara með svona orku einhvern veginn, mann líður bara vel ef maður búinn að vera að syngja mikið. Já. Og þið ætlaði að syngja alveg hryllilega mikið á morgun. Já, og hryllilega mikið. Skemmtileg lög. Hárið náttúrulega svona vinsæll söngleikur af því að það eru svo mörg góð lög í þessum söngleik. Já, það ástæða fyrir því. Já. Og á morgun þetta þéttur hópur, við erum með frábæra hljómsveit með okkur á sviðinu. Það verður öllu tjaldað til. Það var tekið svo vel í þetta, bara seldist upp á einu sýninguna sem átt að vera, annað kvöld klukkan 8. Já. Þannig að við vorum bara að setja í sölu aukasýningu. Það var bara svona power-sýning. Það verður rosalegt. Það var bara síðustu dropparnir sem við eigum eftir þegar það var bara keyrðir í gegn. Það verður alveg keyrðir og svo bara frí á sunnudaginn, sko. Ég ætla bara að slökkva á símanum mínum, sko. Það er bara þannig dagur, sko. Þú bara slekkur í símanum og bara lúðrar páskaegginu eldið þér. Já. Það er okkur þannig. Það er náttúrulega ekkert oft sem að sýningar líka, svona leikhúsviðburðir og tónleikaviðburðir eru klukkan 11. Þetta verður alveg svona miðnætur bomba, sko. Þetta önnur stemning. Þú fær miklu hraðri orku, miklu meira, hærra. Hljóðkerfið í botn. Það þú veist, fólk má ekki hafa áhyggjur af því að við verðum búin á því, sko. Því að það verður, þú veist, það einmitt, þú veist, við fáum eitthvað svona aukakraft, sko, þú veist, sem svo geggjað. Og svo náttúrulega eru allir þessu pínu móttækilegri eða mjög margir á bíl einhverju aðeins búin að þú veist mikið sér fínu og svona. Já, það er þetta að hita upp, kannski fá sér að borða ef maður á miðja klukkan 11 og svo getur maður kíkt aðeins á götubarinn eða bara einhvert niður í bæ og svo farið í leikhúsið, sko. Og sungið með! Sungið með, sko. Já, bara, þú veist. Það verður bara að fara all in, sko. Gæti orðið besta kvöld lífs ykkar. Já. Þarna, þetta eru væntingar. Við erum ekki að setja pressa á okkur sjálf, sko. Ég ætti kannski bara að fara heim að læra textan, sko. Nú ég á lokametrunum að fara yfir handritið, læra allar línur. Það eitt lagana sem hefur verið að þylja upp svona 200 orð. Forseti skólar, kynlífsstríð, En málið að við erum sko mjög góð að fúska. Þetta lítur ekki vel út, Árni. Þú ert ekki að selja. Ég er nefnilega með trikk, ef fólk veit ekkert hvað að segja og það þykja að syngja, þá gera það bara allir bara fylgjast með Árna á sviðinu. Eða ef fólk annarkvort tekur fólk ekki eftir þessu, eða bara svona, já, ég skil hans ég að gera þetta, þetta ekkert eðlilega mörg orð sem hann á að vera að segja, sko. Ég skil ótrúlega vel núna af hverju hefur aldrei viljað fá því í viðtalið. Já, þú ert ekki góð sölumaður akkurat núna. Ég fæ aldrei aftur að koma í föstudagsþáttinn, sko. Já, þú veist, ég þekki náttúrulega ekki eins vel að Villi þekki þið, þannig að það þú veist, fyrir þetta að ég svo fljótur að gleyma. Nei, Villi náttúrulega mjög góður vinur minn. Svo voru allir vinur okkar voru búin að koma í þáttinn. Ég veit. Nema ég, og ég var alltaf Villi, ekki pláss í föstudagssætinu? Nei. Heyrðu, ég alltaf upptekinn. Það er bara upptekið. En nú skiljum við þetta. Ég skil Villa vel núna. Já, þetta er fyrsta og síðasta skipti sem ég fæ að koma í hérna þægilega sófa, sko. En út fyrir þína drauma, Árni minn, mig langar aðeins til að fá að vita meira, þú veist, hverjir eru á sviðinu með ykkur? Það er úrvalslið með okkur. Já, við erum að leika bæði tvö. Við erum í þessu og Þórdís Björk, stjarnan okkar og svo er Guðný Ósk, hún er svakalega flott og við erum með Hafstein Vilhelms, þeir eru legend Arnþór og Ívar Helga. Ívar Helga, náttúrulega góðsögn í þessum söngleikaheimi, sko. Hann var náttúrulega í hárinu síðast í Hofi fyrir 10 árum. Þá með hár, sko. Nákvæmlega. Til marksum hvað langt sem þetta var gert. Þannig að hann með kolli núna. Nú kannski hættir hann við að vera með á morgun. Nú hættir hann að vera með. Sér þetta bara, ekki að ræða hann. Akkurru, ég veit ekki hann er skörlutur. Kæmi honum á óvart. Nei, hann tekur sig glæsilega út með skallan. En svo erum við náttúrulega líka með alveg bara mjög þétta og góða hljómsveit. Það er svo gaman að syngja á sviði með svona þéttu bandi. Og svo náttúrulega söngkópurinn Rock. Það er til dæmis Guðrún sem að ætlar að syngja fyrir okkur eftir. Og hún ætlar að taka mig til laga. En við vitum það allavega að kórinn
þú veist, þau eru búin að æfa í 2 ár, sko. Einmitt. Í svona, já, eiginlega. Þau hafa enga afsökun ef þau klúðra texta, sko. Þau kunna þetta, sko. Já. Þú ert líka búin að æfa í 2 ár, eða ekki? Ég er líka búin að æfa svona kantinum í 2 ár. Með öðrum, aðeins á kantinum, já. Ok, þannig að þá bara, súmerum þetta bara upp. Já. Laugardagskvöld. Laugardagskvöld. Annað kvöld. Klukkan 8 uppselt, brjálað. Klukkan 11, miðnætursýning. Powersýning, það verður öllu tjaldað til. Já. Ok, ég veit alveg hvað þið ætlaði að gera á páskadag. Við ætlum að sofa rækilega út. Nákvæmlega, þannig ég ætla bara að segja bæðið gleðilega páska, en fyrst og síðast góða skemmtun. Takk kærlega fyrir. Og við ykkur hinn heima, þá segi ég bara takk fyrir samfélginu í kvöld og gleðilega páska sömuleiðis og verið nú góð hvert við annað nú sem endranær. Það er mikilvægast á öllu og að sjálfsögðu endur við þáttinn með tónlist. Við fáum að hlusta á hana Guðrúnu Arngríms syngja fyrir okkur Frank Mills og ég er full að trúa því að hann Tryggvi slá á gíu þar undir. Góða helgi. Fyrst þegar hitti ég Frank Mills, þá var 15. september. Ég hitti hann einmitt hér, hann sagði mér hvar hann býr. Svo gleymdi ég því, síðan hef ég ekki séð hann aftur. Honum svipar í sjón til George Harrisonar, nema hárið á honum alltaf greitt aftur í tagl. Ég elska hann mjög heitt en samt vil ég síður sjást með hann mér við hlið. Ég held hann búi í Brooklyn, hann með hjálm á hausnum og í gatslitnum gallabuxum og leðurjakka sem letrað á. María mamma og Hells Angels. Mikið þætti mér nú vænt ef þið mynduð sjá hann að þig. Segðu við hann að hann hitti mig hér og að mig langi ekki í aurinn aftur sem hann slíkti af mér.